Þá byrjum við. Einhverja spurningar áður en byrjum? Eitthvað sem vilja koma að? Nú ætlum við að fara að vinda okkur í svona tvö flott reiknirit sem eru bæði til þess að raða. Þetta eru klassískar aðferðir sem eru notaðar í flestum kerfum í dag. Og þetta eru það flottar aðferðir að önnur þeirra allavega hefur valin eina topp 10 reikniritum í sögunni, allavega 20. aldar. Í skoðum í þessum fyrirlestri merge sort sem notað í Java til að raða hlutum og í fjölmörgum öðrum kerfum, C++, Python, JavaScript. Í næsta tíma skoðum síðan quicksort, það líka notað af Java en til þess að raða grunntöfum. Og síðan það í öllum þessum hérna kerfum líka. Merge sort eina snyrtilegra aðferðum sem getum ímyndað okkur. Það byggist á því að þessari einföldu hugmyndum að nýta endurkvæmni, recursion. Við einfaldlega til þess að raða fylki, þá lítum við það sem tvo hluta. Röðum fyrri hlutunum fyrst, röðum síðan seinni hlutunum og splæsum við því síðan saman, eða mergjum því saman. Hvernig röðum fyrri hlutunum? Jú, að sama háttur röðum öllu dótinu, þar sem öllum listunum. Aftur, við splittum því upp í tvo hluta, röðum fyrri hlutunum því, seinni hlutunum því, splæsum því saman. Hvernig röðum fyrri hlutunum því? Jú, aftur, endurkvæmt. Þetta er eitt af eldri reikniritum og hérna vísaður í John von Neumann sem var einn af stundum kallaði faðir tölvunar. Var mikill stærðfræðingur og kom líka að hönnun einn af fyrstu tölvunar. Og þetta er gjarnan kennt við hann, þó sjálfsagt hafi þetta verið nýtt áður. Þannig að hugmyndin er þessi, við tökum hérna fylkið, röðum því upp í, skiptum því til helminga, eins jafnt eins og við getum, röðum fyrir helming, röðum seinni helming og síðan splæsum því saman. Myndum svona heilt fylki. Skoðum hérna dæmi. Hvernig förum við að, spáum kannski í það hvernig förum við að splæsa saman. Við vindum okkur í þetta demo sem að þessu. Sem á vefsíðu bókarinnar. Það fá hérna merging. Við tökum tvo lista og splæsum því saman. Það sem við gerum er að við byrjum á því að afrita allt fylkið. Á hverju vegna þess að við viljum síðan vinna það úr þessari kópíu aftur yfir í upphaflega fylkið. Síðan vinnum með tvo benda, það er bendir inn í fyrri helmingin, það er vísir I og annar vísir J inn í seinni helmingin og við berum alltaf saman þau stök sem þessi vísar benda á. Og tökum minnastækið og setjum það yfir í útkomuna. Þannig að nú ætlum við að splæsa saman þessum lista hérna, EEGMR, það er fyrri helmingurinn og seinni helmingurinn er raðaður líka, ACERT, við berum saman E og A. Og nú A er jú minna, þannig að A færist á yfir í útkomuna. Og þar eru við líka með þriðja vísin, hvar ætlum við að setja næsta stak. Og þá uppfærum við þennan bendi J að því við tókum A-ið og höldum síðan áfram. Berum saman C og E. C er minna, C færist yfir, bæði J og K uppfærist. Höldum áfram, E og E. Hérna er það sama stakið, sama gildið, þar notum það reglu við tökum alltaf vinstra megin.
Þannig að þetta E færist, K og I uppfærast. Aftur E, nú komið E og G, þannig að nú það jóðið sem uppfærist. Svona höldum við áfram. G, M, 2R, þá það vinstra R-ið fyrst, síðan hægra R-ið og síðan T. Og nú reyndar sáum að þarna var rauninni fylkiorðið. Fyrir að fylkið er búið, þannig að það var ekkert annað að gera en að afrita bara restina af þessu fylki. Ok, þetta er merkjunar aðferðin, einhver spurningar? Þannig að essentially, þegar maður byrðir náttúrulega sem geta það er bara að taka upp öll stökin og raða yfir, setja því niður einhverju. Já. Ástæðan skiptir sig tvennt er bara til þess að það er gáfuleg leið til að gera recursive. Þetta er gáfuleg leið til að gera þetta recursive, já, akkurat. Já, vegna þess að þegar að þessi bútar eru orðnir raðaðir, þá sjáum við að það er ódýrt, það er einfalt að splæsa þeim saman. Við erum ekki að gera nema hvað marga samanburði til þess að splæsa þessu saman. Við göngum í rauninni gegnum báða listana og alltaf færist annar hvor bendin, þannig í hverju umferð þá bætist við nýtt stak hérna inn í efra fylkið, þannig að tekur línulegan tíma. Fjöldi samanburðar er jafn, eða mestalagi fjöldi staka sem við í útkominni. Hversu oft er listanum skipt tvennt? Já, hversu oft er listanum skipt tvennt? Já, góð spurning. Hvað haldið þið? Ef við fyrst skiptum til helminga og því skiptum við síðan til helminga. Hvað getum við skipt fylki af stærð n oft upp til helminga? Ef við byrjum með n, næst n deilt með 2, n deilt með 4, n deilt með 8. Það verða dýptin að þessari endurkvæmni verður akkurat log n. Þetta er kóðinn, nei þetta er keyrslan og hérna er síðan kóðinn fyrir þetta. Spáum aðeins í þetta. Fyrstulega eru hérna með assert-skipanir til þess að staðhæfingar sem eiga að gilda í upphafi á fyrri helmingurinn fylkina að vera raðaðar og seinni helmingurinn líka. Í lokin þá á allt fylkið að vera raðað. Sjáum að við erum hérna með gögnum komið inn í þessi fylki A. Þau eru á bilinu low yfir í high og það sem er mid er þá miðgildi. Þannig að fyrir hlutin er þá frá low upp í mid, seinni hlutin frá mid plus 1 upp í high og á endanum er allt raðað á bilinu low upp í high. Þannig að við erum þarna rauninni að raða bút úr fylki. Bút sem byrjar í low og endar í high. Síðan er þetta hérna aux. Hvað er þetta hér? Þetta er svona hjálparfylki. Þetta er til að geyma hluta niðurstöðu. Ok, aftur. Þannig að við byrjum á því að einfallega bara afrita öll stökin í fylkinu yfir í þetta nýja fylki. Við kópíum öll gögnum úr þessu fylki A yfir í þetta fylki A. Og síðan göngum við gegnum þennan góða, berum saman, já, það eru 3 tilvik sem kom til greina. Annars vegar þegar I verður sem sagt bendir hérna inn í þetta fylki hér og J bendir inn í þetta fylki hérna. Fyrir ekki þegar ég er að rugla með þetta. I bendir hérna á þennan fyrir helming, J bendir hérna inn í þennan seinni helming. Þegar að I er orðið stærri en mid, hvað þýðir það? Það þýðir það að við erum búin að vinna með öll stökin í þessum fyrir hluta. Og þá er ekkert annað en að gera einfallega bara kópíera restunum af gögnunum úr þessum seinni hluta. Og það er það sem þessi skipun hérna gerir. Af K er jafnt á aux af J plus plus. Það er að segja við fyrst afritum þá þetta gildi og síðan hækkum við J-ið
færum það áfram. Og K-ið uppfærist alltaf við hverju umferð. Seinna tilfellið 2, það er samskonar, þegar jóður eru stærri en heldur en hæ fyrirgefið, þá er það komið út fyrir stærðin á þessum fyrri hluta og þá er ekkert annað en að gera en að afrita það sem er í þessu gögn sem eftir eru í fyrri hlutanum. Í þriðja tilfellinu þá benda bæði I og J ennþá inn í þessa hluta og þá berum við saman gildin á þeim 2 stökum sem þau vísa í og annarkvort kópíur úr fyrri hlutanum eða úr seinni hlutanum. Og það fer eftir hvort er stærra. Það eftir að jóð er hérna undan, vegna þess að bara ef gildi sem jóð vísar í er minna heldur en gildi sem I vísar í, þá viljum við afrita úr seinni hlutanum. Ef þau eru jafngild eða I gildið er minna, þá afritum við fyrri hlutanum. Ok? Spurningar? Það er skýrt? Nú. Ég fæ hvort ekki nei, já. Mjög skýrt, flott, takk. Nú, munið eftir að við setjum svona assertions, staðhæfingar, þetta er til þess að testa kóðan, til að rekast á hugsanlega villu sem geta þannig verið. Þetta er líka ákveðin leið til þess að skjala kóðan. Þannig að það er þessi skipin hérna assert, þar sem við getum sagt hvaða staðhæfingu sem er, eitthvað boolean skilyrði og ef þetta skilyrði er satt, þá er allt í lagi. Ef það er false, þá kastar það sem sagt fráviki. Það sniða við þetta er að þú getur haft þetta kóðunum, en síðan með svona switch hérna sem er í keyrslunni, þá getur annarkvort tekið þetta af eða setja þetta á. Þannig að með þú ert að þróa kóðan, þá myndir hafa þetta á. Þeir ætlar síðan að skila út endanlegum kóða til keyrslu, þá yfirleitt viltu kasta þess út upp á tímasparnað. Þetta var mergjunin eða splicingin. Hérna er síðan kóðin fyrir alla rútínuna sjálfa. Við köllum á sort endurkvæmt fyrir fyrri hlutan, endurkvæmt fyrir seinni hlutan og köllum á merge. Það sem við þurfum bara að passa okkur á eru þessi parametrar sem við erum að vinna með og við þurfum að hafa eitthvað auka fylki þarna sem við köllum aux fyrir auxiliary, viðbót, sem við geymum gögnu tímabundið í. Þannig að það er parameter inn í þetta sortfall og líka inn í merge-fallið. Og í upphafi þá köllum við sortfallið með fylkinu, intaksfylkinu og byrjunarfylkinu og endanarfylkinu. Þannig að það verður þá upphafsgildin á low og high. Síðan reiknum við hérna, þá reiknum við mid sem raunni miðgildið þarna. Við reynum að skipta eins jafnt til helminga sem við getum. Ef þetta er ójafntala þá verður annarkvort hlutin að vera með einu stykki fleiri heldur en hinn. En annars er það eins jafnt eins og mögulegt er. Og síðan köllum við endurkvæmt, sem segi fyrir hluta, seinni hluta og merkjum það saman. Og þetta er alltaf sömt. Það getur að þetta aux er í notkun á mörgum stöðum vegna þess að það getur verið mörg köll í gangi í einu en að því við erum aldrei að vísa í sama hlutan af þeim köllum sem eru virk þá erum við aldrei að rugla það sem er í gangi. Hérna er dæmi síðan framkvæmd á þessu. Við byrjum með þetta fylki sem inniheldur þessa 16 stafi, þessi stafi sem mynda þetta orð, merge sort example. Og hérna eru þær þessi mismunandi köll sem eru framkvæmd. Þessi upphafi, þá erum við að glíma með 0 upp í 15 og skiptum því í 2 hluta þannig að við förum með 0 upp í 7 og síðan 8 upp í 15 og skiptum 0 upp í 7 2 helminga 0 upp í 3
Og því skiptum 2 helminga 0 upp í 1 og 2 upp í 3. Þannig að það fyrsta sem klárast, það þetta merge frá 0 og upp í 1. Og þá erum við rauninni að bera saman þessi 2 stök hér, eða þessi 2 stök og röðuð verðaði þessi 2 stök. Rauninni splittast þetta ennþá frekar þar að við erum með merge þegar við erum með 0 og 0, þegar það er bara 1 stak og þá einfallega, það er endurinn og endurkvæmnin ekki sett. Þannig að þegar að high er orðið minna en jafnt og low, þá bara 1 stak í fylkinu sem þarf að raða, það er ekkert sem þarf að gera það. Og síðan aftur 2 yfir í 3, þá erum við að raða R á móti G, það er raða svona, síðan saminu þetta EM-listan og GR-listan og það samanast yfir í EGMR. Svona helst þetta áfram. Við erum búin með þetta hérna, við ætlum að raða þessu helming og saminu þá yfir í þennan helming. Þá erum við komið með helming hér og saminast við gerum upp í þetta hérna. Svona höldum við áfram með seinni helmingin, þetta er við að koma með hann og þetta síðan splæsir saman yfir í allt fylkið. Þetta er flott. Það eru gaman að sjá hérna animation, já. Skoðum það. Hérna merge sort, þetta verður 3 sinnum stærra, 50 stök. Og setjum við í gang. Hvað er að gerast? Nú er 2 helmingar búnir og við saminum þá yfir í allt saman. Skoða saman með þeirra eru hlutröðuð, þá séum við að það er engin sparnaður í því, því við gerum alltaf sömu samanburði í rauninni. Ekki alveg sömu samanburði en jafn marga. Þetta er kannski ennþá skýrar að sjá ef við skoðum hérna þegar þetta er öfugsnúið. Og samanum og samanum. Og svona getur maður með því að sjá sko, hvaða samanburðir eru framkvæmdir getur maður átt að sjá hvaða reiknirit er í gangi. Þetta er þetta þegar þetta er í öfugri röð. Hver er niðurstaðan? Ef við gerum mælingar á þessu, þá fá þeir eftirfarandi útkomur. Þess að ef við erum með, annars vegar erum við með einfalda ferðatölvu, kjöltutölvu, sem framkvæmir þá það bil 100 miljón samanburði á sekundu, eða einhvers konar ofurtölva sem framkvæmir 10.000 fleiri samanburði á sekundu, það er að segja 1000 milljarða 1 billjón. Og hvernig kemur það út? Já, berumst þá saman núna, annars verður að nota insertion sort og hins vegar að nota merge sort. Ef við erum með 1000 stök, þá tekur þeir engan tíma, hvort er reikniritið sem við erum með. Ef við erum komið 1.000.000 stök með insertion sort, þá er það farið að taka 3 tíma á litlu tölvun okkar. Í ofurtölu getur gert á 1 sekundu, þannig að það kannski er ekkert vandamál. Hérna er hins vegar ef við ræður tölvan okkar við 1.000.000 stök á 1 sekundu, þannig að hún er þá jafn góð eins og ofurtölva væri að nota lélegt reiknirit. En munurinn verður ennþá meiri þegar við förum ennþá stærri fjölda. Ef við komum með 1.000.000 stök og keyrum blessuðu tölvan okkar á þetta, þá myndi það taka 317 ár samkvæmt þeim. Ofurtölvan getur klárað það 1 viku, en ef við skiptum reiknirit yfir í merge sort, þá tekur litla tölvan okkar bara 18 mínútur. Supertölvan tekur náttúrulega ennþá minni tíma. En bottom line, góð reiknirit eru mikilvægari heldur en ofurtölvur.
Þú færð meiri hraðaaukningu út á því að nota réttu, bestu mögulegu reiknirit heldur en að nota rosalega öfluga tölvu sem vinnur bara brute force. Og hérna erum við samt bara að tala reiknirit sem eru tiltölulega skilvirk. Þetta nú þá bara enn í öðru. Þetta ekki eins og veldisvöxtur sem miklu erfið. Ok, nú erum við komin að flóknu hlutunum. Svona tiltölulega flókna. Smá stærðfræði. Nú viljum við fara að meta tímaflækjuna. Hvernig förum við að því? Takk eftir, nú erum við svona endurkvæmt reiknirit. Þannig að það ekki myndast ekki þessi lúpustruktúr sem við erum búin að vera að skoða, þar sem við erum tvöfaldar eða þrefaldar lykkjur. Heldur þurfum að meta bæði, takk eftir. Ef þetta kóðinn, við getum reiknað hvað við framkvæmum marga samanburði í þessu merge-falli hérna, allt í lagi, en svo líka einhver keisla framkvæmd í þessum endurkvæmukvallum. Við þurfum einhverja leið til þess að setja þetta upp á skilvirkan hátt, þannig að við festumst ekki í þessari talningu okkar. Og svo leið sem virkar rosalega vel það að nota svokallaðar mismunarjöfnur eða endurkvæmnisjöfnur. Það að segja skilgreinum hérna CFN sem fall, sem telur fjölda samanburða sem merge-sort notar þegar að fjöldi staka í fylkinu n. Þá uppfyllir þessa jöfnu hérna. Það að segja fjöldi samanburða með n-stök mestalega fjöldi samanburða sem við notum á vinstri helminginn pluss fjöldi samanburða sem við notum á seinni helminginn pluss fjöldi samanburða sem við notum á splæsununa. Eins og við sáum, þá tekur hún línulega fjölda þess að fjölda staka eða mestalagi það. Þannig að það þessi einfalda formúla sem gildir hérna. Annar helmingur verður að vera, ef þetta ójöfntala, þá annar helmingur einu stæki stærri heldur en hinn. Þess vegna hérna með þetta loft og gólf á þessa deilingu. En við erum komið með svona einfalda formúla fyrir þessu og síðan grunntilvillið það að þegar við erum með eitt dag, þá tekur það enga samanburð. En þetta virðist ekki leysa málið neitt vegna þess að við erum með formúlu fyrir CFN og notum lausnina á CFN í formúlunni. En þetta rauninni dálítið eins og Fibonacci. Fibonacci skilgreint út frá gildunum á undan. En við getum samt leitt út formúlu, lokaða formúlu fyrir gildunum á þessi gildi sem Fibonacci runan tekur. Það gerist með því að leysa þessa mismunarjöfnu og við ætlum að skoða nokkra mismunandi leiðir til að gera það. Til að einfalda lífið aðeins fyrir okkur, þá ætlum við bara að gera það fyrir þau tilvik þegar n velda 2. Og það til þess að losna við þetta loft og gólf hérna í jöfnunni. Þannig að alltaf þegar við deilum með 2, þá fáum við alltaf heiltölu sem gerir lífið mun þægilegra. Nú, niðurstaðan rauninni gildi fyrir öll gild af n, en hér ætlum við bara að rökstyðja þetta fyrir þetta tilvik hér, til að einfalda lífið. Þannig við ætlum að glíma við þessa jöfnu hérna, á þessu formi hérna. dfn jafnt á 2 dfn deilt með 2 pluss n, þegar n stærri en 1 og jafnt á 0 þegar n jafnt á 1. Og fyrsta leiðin til að leysa þetta að gera þetta myndrænt. Ok, við myndum svona ákveðið 3 og notum því til að telja fjölda samanburða. Sko, fyrst erum við með þetta upphaflega verkefni okkar sem með n-stök. Við brjótum síðan upp í þessu 2 búta með n deilt 2 stökum og n deilt 2 stökum. Í þessu kalli hérna, upphaflega kallinu, þá kallum við merge í lokin. Fjöldi samanburða sem merge notaði þar var n. Og þá færum við það hérna til hægri og skrifum það þar.
Skrifa hérna. Ok, en þá eftir þessi endurkvæmuköll. Þannig að við þurfum að framkvæma talninguna fyrir þau. Nú, þau unnu á fylki mest af stærðin L-2. Og hvað gerði marga samanburði þar? Jú, Merge gerði N-2 samanburði hér og N-2 samanburði hér. Þannig að ef við leggjum þetta tvennt saman, þá fáum við tvisvar með N-2 sem gerir líka N. Gott og vel. Nú erum við búin með efstu 2 lögin af endurkvæmninni, höldum við áfram, þriðja lagið, þá brjótum við í 4 verkefni hvert af stærðin N-4. Í hverju fyrir sig gerum við N-4 samanburði, það var hérna fjöldin. Það eru 4 slík verkefni, þannig að heildarfjöldin sem sagt N. Þetta gildir hvert lag í endurkvæmninni, alveg niður í botn, þar sem alveg þar til við komum að N-2, þegar N-N, þá gerum við enga samanburði, þannig að við þurfum ekki að telja það með. Hvert lag, kostnaðurinn í þessi merge aðferðir, fyrir öll þessu undirverkefni á hverju lagi línulegur N, þannig að heildarkostnaður þá summan af þessum gildum. Hér summan alltaf svo sama, það alltaf N, fjöldi laga í endurkvæmninni eins og við rökstuddum log N. Hversu oft getum við deilt með 2 þar til við komum niður í 2. Niðurstaðan sem sagt N á hverju lagi, fjöldi laga log N, heildarkostnaður N sem log N. Þetta finnst mér snyrtilegasta leiðin til að gera þetta, af því að maður sér þetta svona myndrænt og þetta ekki mjög formlegt, en þetta yfirleitt leysir málið á nokkuð snyrtilegan hátt. Stundum þegar við farum aðeins flóknari summu, hérna það einfalt að þetta bara alltaf sama gildi. Þannig að dugar að telja bara hæðina sinnum kostnaðar á hverju lagi. Hérna önnur leið. Það að segja, við flettum ofan hérna þessar endurkvæmni skilgreiningu og notum hérna smá trikk. Þetta uppalva jafnan. Nú ætla ég að skrifa þetta svona, ég ætla að deila með N á hverjum stað. Það að segja, þá fæ ég d af N deilt með N, jafnt á 2000 d af N deilt með 2 deilt með N, pluss N deilt með N sem 1. Og þá get ég fært hérna 2 hérna niður, þannig að eftir situr þetta hérna, d af N deilt með 2 deilt með N deilt með 2. Þá sjáum við að þetta N deilt með 2 sama á þetta N deilt með 2, bara bætist við 1 hérna. Þannig ef ég fletti ofan á þessari formúlu, þá fæ ég d af N deilt með 4 deilt með N deilt með 4 pluss 1 í viðbót. Það eru komið 2 ása. Svona gerir þetta 1 stykki í viðbót og þá fæ ég 1 í viðbót. Og þá held ég svona lengi áfram, þar til ég komin alveg niður í botnin. D af N deilt með N bara 1. D af 1 jafnt á 0, þannig að þessi liður hérna kostar ekki neitt. Eftir situr bara allir þessir ásar. Hve marga ásar safnaði ég? Eins marga eins og endurkvæmnin var. Dýftin endurkvæmninni, það sem log N. Þá erum við komið með d af N deilt með N jafnt á log N. Sem sagt, d af N jafnt á N log N. Snyrtilegt. Þriðja aðferðin, notum þrepir. Þetta nákvæmasta, formlegasta aðferðin til að leysa það. Það að segja, við ætlum að sanna þessa staðhæfingu að þessi jafna uppfylli þessa lausn hér, þessa lokuðu lausn. Og gerum það bara í því tilvikið þegar N velt af 2. Þá byrjum við að skoða grunntilvik, ef þið munið. Grunntilviki veljum við sem N jafnt á 1. Passar það? Passar það? Nei, segir hann. Sko, lausnin hérna, samkvæmt þessu, ætti lausnin að vera d af 1 jafnt á 1 sinnum log af 1, en samkvæmt þessu hérna, þá ætti þetta að vera 0. En log af 1 jafnt á 0,
Þannig að þetta er rauninni 1 sem 0 sem er jafnt á 0. Þannig að grunntilvikið í góðu lagi. Ok, nú notum við þetta sem þrepunarforsendu, þessa staðhæfingu, og sýnum fram á þetta fyrir næsta tilvik fyrir ofan. Næsta tilvik er sem sagt þegar við erum með 2n. Þá ætlum við að reyna að sýna fram á d af 2n sé jafnt á 2n sinnum log af 2n. Ok, þá notum við bara þessa þrepunarforsendu. Við notum hérna regluna sem gildi hérna. Þannig að d af 2n er jú jafnt á þetta hér. Samkvæmt þrepunarforsendunni þá erum við með lausnina á d af n og stingum henni bara hérna inn. Og þá situr eftir þessi summa hérna. Og nú er trikkið það að nota þessa lograreglu. Það er að segja log af n er sama á log af 2n mínus 1. En stundu og segjum þú að n þurfa að vera stærri en 1. En það vilja það er í rúfan í vatnaður. Sjáðu, þetta er rauninni segir að þetta uppfyllir þetta hérna þegar n er stærri en 1 og þegar n er jafnt og 1 þá uppfyllir þetta hér. Akkurat. En nú er þetta bara smá algebra og við bara umbreytum þessu yfir þetta hérna, þannig við fáum akkurat það sem við vilstum. Smá pása. Þetta átti að vera örpása. Kannski við gerum bara alvöru pásu. Það verður rauði kaffi fyrir. Já, er það? Já. Ekki segja þetta kom, nei, lítið sem ég.
Mínútur hvernig hann kominn. Byrja. Ok. Þú vorum búin að skoða tímaflækjuna, hvað með minnið? Við getum tiltölulega auðveldlega séð að reikniritið notar minni sem er rétt hlutfall við n. Og það er nauðsynlegt vegna þess að við þurfum að, í síðustu umferðinni, þá þurfum við að kópíera öll gögnin yfir í lokafylkið. Þannig að til þess að gera svona merge, þá virðist þetta vera nauðsynlegt. Nú, það eru sumar aðferðir sem kallast in place eða er hægt að gera í því minni sem er verið að vinna með. Þá er gert ráð fyrir því að auka minnið sé mestarlagi sé sem log n. Af hverju er það vegna þess að log n er í rauninni stærðin á hverju einasta staki. Það er það margir bitar. Já, nei, ok, það er ekki rökstuðningur. Ok, þetta er bara þessi skilgreining sem er notið hérna. Að það sé einhverju fastur fjöldi, tiltölulega lítill og log er miklu minna heldur en línlegt. Þannig að það eru ýmsar aðferðir sem virka þannig. Insertion sort og selection sort sem við sáum eru þannig, það nota eiginlega ekkert auka minni, en merge sort hefur þennan galla að minnisnotkun er töluverð. Nú, það er hægt að endurbæta þessa aðferð þó nokkuð og já, hvað væri dæmi endurbóta þessu? Hvað kemur ykkur til hugar? Væri hægt að gera? Til að spara tíma. Spara tíma, já. Það er erfitt að spara pláss hérna. Það sem bendur á hér er það að þegar þú ert komið með mjög fá stök, að þá er overheadið í því að vera að skipta fylkinu upp og framkvæma endurkvæmkall er orðið þó nokkur, þannig að það borgar sig í rauninni að skipta þá bara yfir í ódýrari röðunaðferð og það klassíska er yfirleitt að nota insertion sort. Þannig að þegar að stærðin á mununum milli high og low er orðin eitthvað ákveðið cut-off, að þá skiptum við í insertion sort í staðinn fyrir að stoppa bara þegar við erum komin niður í eitt stakk. Og yfirleitt er það
það mismunandi eftir útfærslum með aðferðum, en hérna er talað um að það sé einhvers staðar á stærðinni 7 stök. Það sé svona góð mæleining. Það getur munað þó nokkru. Annað sem getur stundum hjálpa til, allavega ef gögnin geta haft, af því nú það tiltölulega algengt að gögn séu svona nokkuð röðuð, algengt tilfelli, þá getur þetta verið praktískt að skoða einfallega, tékka á því hvort að stökin sé röðuð. Og það nefnilega hægt að gera á svo auðveldan hátt í mergesort, vegna þess að þegar þú ert búin að kalla á fyrir helmingin og seinni helmingin, hvernig athugar hvort að allt fylki sé núna raðað. Það dugur að athuga bara síðasta stækin í fyrir helmingnum og fyrsta stækin í seinni helmingnum. Ef þau eru í réttri röð, þá allt saman í réttri röð. Þannig að þetta er bara einn samanburður sem þarf til þess að tékka á þessu sértilfelli. Þriðja sparnaðurinn, það er svona smá sparnaður, það er að spara aðeins við þessa kópíeringu á stökum. Það sem við gerðum var það, við byrjum á því að kópíra allt fylkið og einu yfir annað og síðan framkvæmdu við mörgjun sem rauninni afritaði stökin þá aftur inn í upphaflega fylkið. Það er hægt að komast af með annað af þessu, rauninni fyrru kópíeringuna, ef þú raðar rauninni notkun á fylkinu til hérna dálítið. Þannig að við breytum merge þannig að það tekur úr A og setur yfir í AUX. Þannig að það tekur úr fylkinu og setur yfir í seinna fylkið, en svo notum við akkurat öfugt hérna. Þannig að við röðum rauninni, köllum endurkvæmt á með þessari röð hér og skiptum á röðinni hérna líka. Maður þarf dálítið að vanda sig að átta sig á því að þetta sé virkilega virka, en við þetta þá spörum við þennan aukakostnað sem var hérna upphafi afrita öll stökin. Og eins og við sáum þarna, það er oft gaman að sjá hvernig þetta lítur út. Þetta er oft yfirleitt að þessu formi, þetta myndar svona ákveðið tré, þar sem við klárum einhvern helming, síðan vinnum við í seinni helmingnum og síðan saminum við þá 2 helminga. Og eins og hérna, fyrir helming, seinni helming, saminum þá, fyrir helming, seinni helming, saminum þá, saminum það við fyrir helmingin af þessari stærð og lokum fyrir helmingin af öllu fylkinu. Ok, þetta var þessi mergesort aðferð, það sem við kallum ofansækin eða top-down, vegna þess að við unnum þetta þannig að við byrjum með allt fylkið, kölluðum á lausnuna fyrir hvort fylki fyrir sig, hvort hluta fyrir sig og saminuðum. Það er líka til svo kölluð neðansækin útgáfa eða bottom-up og það er þá ekki endurkvæm útgáfa og þá er hugmyndin svo að við einfaldlega byrjum á minnstu hlutfylkjunum. Við byrjum með að samena fylki af stærðin 1 yfir í fylkjastærðin 2. Síðan tökum við þau hlutfylki saman fylkjastærðinu 2 inn í fylkjastærðinu 4. Síðan fáum fylkjastærðinu 8 og síðan 16 og 32 og svo framvegis. Og þá sjáum við, þá myndi þetta líta svona út, það er að segja að við erum hérna með þetta hlutfylkjastærð 2, annað hlutfylkjastærð 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8. Þá erum við búin að raða öllum hlutfylkjum að stærð 2. Þannig að klárum það allt saman. Saminu þau síðan í fylkjastærðinu 4, 4, 4, 4. Saminu þau í fylkjastærð 8, 8. Og að lokum fá eitt fylkjastærðinni 16. Við sjáum að mynstrið sem er framkvæmt er dálítið öðruvísi vegna þess að í top-down aðferðinni þá kláruðum við allt fylkið sem var vinstra megin áður en við byrjuðum nokkuð á fylkinu sem var hægra megin. Hérna erum við að vinna þetta rauninni, við erum að vinna í öllu fylkinu á öllum tímum. En niðurstaðan verður mjög einföld aðferð, þar að þetta er bara einföld, þetta er bara 2 lykkjur sem við vinnum með.
og síðan þetta kalla þetta merge sort. Hvað gera þessar tvær lykkjur? Jú, fyrsta lykkjan stærðin á þessum bútum sem við erum að vinna með. Það byrjar í einum og síðan tvöfaldast alltaf. Þannig að size verður sem sagt 1, 2, 4, 8 og svo framvegis. Seinni lykkjan fer þá í gegnum alla bútana af þeirri stærð. Og hækkum alltaf 2 size vegna þess að það eru 2 bútar sem við samanum alltaf í hver skipti. Og hvernig sé að merge á þessa 2 búta. Þetta virðist vera einfaldara og hérna erum við að spara okkur þessa endurkvæmu köll. En það merkilega að þetta samt sem áður virðist vera samkvæmt þeim 10% hægvirkara heldur en ofansagna útgáfan. Hérna sjáum við þá hvernig þetta myndi líta út. Hérna erum við búin að koma allar bútastar 2, allar bútastar 4. Hérna eru bútunar mun sýnilegri af stærð 8. Nema síðasta búturinn verður þá hjákvæmilega einhverju annari stærð. Hérna eru komið 2 bútastar 16 og síðan annar sem það minni, 10 stök eða svo. Saman með þess að 2 stærð 16 er 1 stærð 32 og svo restinn. Og lokum fáum allt fylkið. Ok, þetta var merge sort. Einhverjar spurningur það? Nú ætlum við að fara í smá pælingar. Hvað hægt að raða hratt? Við höfum séð aðferðir sem taka n í öðru tíma, við höfum séð aðferðir eins og merge sort sem tekur n log n tíma. Hægt að bæta það frekar? Þetta grundvallar spurning sem áhugavert að pæla í. Og það það sem við spáum í svona computational complexity eða flækjufræði. Við erum að stúdera hvað eru bestu mögulegu reiknir fyrir ákveðin verkefni. Til þess þurfum við að ákvarða nokkur hluti. Við þurfum að ákvarða hvaða reiknilíkan við erum að tala um. Það er segja hvaða aðgerðir leyfilegt að nota í þessum reikningum. Við þurfum að kostnaðarlíkan, hvaða aðgerðir það sem við teljum. Efri mörk samsvara þá einhvers konar tímaflækju fyrir ákveðin reikniritt, verstafalls tímaflækju, meðan að neðri mörk þá einhvers konar sönna á því að það sé ekki til nein reikniritt sem hafa betri tímaflækju en eitthvað ákveðin. Og það sem við höfum áhuga á náttúrulega að finna optimal, bestu mögulegu reikniritt, það er að segja þau reikniritt sem hafa bestu mögulega tryggingu á tímaflækju. Þegar að efri mörkin eru orðin jöfn þessum neðri mörkum. Í okkar tilfelli erum við að skoða hérna röðun og það sem við munum skoða að reiknilíkanið byggist á þessum kallum ákvörðunartré sem rauninni að segja, já, allt sem við gerum, þar ákvarðanir sem við tökum varðandi í röðuninni, við komumst að þeim í gegnum samanburð á stökum. Það segir okkur líka að kostnaðarlíkanið þá fjöldi samanburðar sem við erum áhuga á. Hérna erum við komið með efri mörk, þar að segja við vitum að það hægt að gera þetta n log n tíma með merge sort. Hvað með neðri mörk? Hægt að gera þetta á línulegum tíma? Það nokkuð ljóst að það ekki hægt að gera betur en línulegum tíma vegna þess að almennt tala til þess að gera eitthvað að viti þá þarf maður að skoða allt inntækið. En hægt að gera það, tekur það n log n eða hægt að gera það á línulegum tíma? Hvað besta mögulega reiknitið? Og leiðin svo að skoða svona ákvörðunartré. Þannig að við, í rauninni, það sem gerist í reiknaritunum, þessum sem við höfum skoðað, byggist alltaf á þessum samanburðum. Við berum saman 2 stök, annarkvort þessi svarið já, þar sem A minni B, eða svarið nei. Ef það já, þá gerum við eitthvað ákveðið, höldum áfram. Ef það nei, þá gerum við líka eitthvað ákveðið. Þá erum við líka með eitthvað ákvarðanir sem við tökum. Þannig að hérna dæmi hvernig við getum hugsanlega raðað 3 stökum með þessu ákvarðanir tré hér. Ef A minni B, þá berum við saman B og C.
ef B er minna en C, að þá vitum við hverju lausnin er. Því þá vitum við að A er minna en B sem er minna en C, þannig að niðurstaðan er svo að þetta er rétt röð, A, B, C. Ef B er ekki minna en C, og hérna erum við að gera ráð fyrir að þetta sé allt mismunandi stök, þá er sem sagt C, það sem við vitum er að A er minna en B og við vitum að C er minna en B, en við höfum eftir að bera saman A og C, eftir því hvernig það kemur út, þá getur niðurstaðan annarkvort A, C, B eða C, A, B. Heldum við áfram, gerum svona samanburði og í hverju tilfelli þá fáum við einhvers konar niðurstöðu. Takið eftir, á endanum erum við komin neðst niður í þessu ákvörðunartré, í þessu lauf, þá erum við komin niðurstöður. Hver mögulega niðurstaða mynda þá eitthvað ákveður lauf í trénu. En að því að ef við erum með fylgi á 3 stökum, það eru 6 mögulega leiðir sem hægt er að raða þeim. Sem er sýnt hérna í þessum laufum. A, B, C, A, C, B, C, A, B, B, A, C, B, C, A, C, B, A. Sem þýðir að ákvörðunartré fyrir 3 stök verður að innihalda allavega 6 lauf. Það er hugsanlegt að sama röðun birtist á fleiri en einum stað, en hver röð möguleg umröðun verður að birtast einhvers staðar í trénu. Þannig að ákvörðunartré til að raða 3 stökum verður að innihalda 6, allavega 6, sem er jafnt og 3 hrópmerkt. Allar umræðunar á 3 stökum. Sammála. Ok, einhver spurning þessi ákvörðunartré. Takk eftir að hérna erum við að líta á svona röðuna abstrakt og þetta getur verið mjög flókið reiknið hugsanlega sem getur verið að framkvæma þessa samanburði, en það kemst að niðurstöðunni bara í gegnum samanburðina. Sem þýðir að það skiptist alltaf í þessar 2 greinar og á endanum verðum að fá út alla þessar mögulegar umræðinir. Þannig að hvert reikniritt allavega er hægt að setja upp svona ákvörðunartré. Og það segir okkur, út frá þessi getum við staðhæft, að það þarf allavega n log n samburði. Þess að tilda af n log n. Í versta falli. Og sönnunin er alveg einstaklega snyrtileg. Málið er að við gerum ráð fyrir því að við séum með mismunandi gildi, við erum með n mismunandi gildi. Verstafall tímaflækja fyrir reiknitið samsvarar rauninni hæðinni á þessu ákvörðunartré. Það er lengsta leiðin sem þarf til að fjöldi samanburð sem er notaður til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Ok, en hvað erum við með mikla hæð? Já, ef við erum með hæð H, þá erum við með mestalagi þetta mörg lauf. Fjöldi laufa er mestalagi 2 í veldinu H, þar sem H er hæðin á trénu. Málið er að fjöldi laufa hjá okkur verður að samsvara öllum mögulegum umröðunum. Því það er allar niðurstöður mögulegar, ekki satt? Og hver er fjöldi umræðana? Ef við erum með n stök, þá er n hrópmerkt fjöldi umræðana. Þannig ef 2 í veldinu H er jafnt og n hrópmerkt, þá er H jafnt og logrinn af n hrópmerkt. Þannig þetta er hæðin. Hvað er logrinn af n hrópmerkt? Já, það er hægt að finna hérna jöfnur til þess að átta sig á því að þetta hefur sama vaxtarhraða n log n. Og þetta er allt sunt. Þessi röksemdafærsla segir okkur að ef við notum bara samanburði, þá er ekki hægt að komast af með færri en n log n samanburði. Sem er okkur aðeins merkilegt. Þannig erum við komið með besta mögulega reiknit. Þetta segir okkur að merge sort er besta mögulega reiknit til þess að leysa þetta. Já, þetta er það sem ég sagði áðan. Fjöldi laufa er mestalagi 2 í veldinu H, þeir eru stærð H, og þarf að vera allavega n hrópmerkt sem segir að hæðin er allavega logrinn af n hrópmerkt sem er það til n log n.
Það segir okkur að merge sort í raun optimal reiknirit. Allavega ef við notum svona á þessu formi þar sem við notum bara samanburði. Við getum því sagt að það notar ekki lágmarkspláss, við vitum að það er hægt að komast af með ekkert aukapláss. Þá getur maður spurt sig, ok, er hægt að finna reiknið sem optimal, bæði upp á pláss og tíma? Það er eitthvað sem ekki vitað ennþá, að ég viti til. En þessi teóri segir okkur það að það er ekki hægt að leiða út reiknið sem getur garanterað að nota minna heldur en n-log. Við þurfum eins og að vara okkur á þegar við erum að skoða þetta vegna þess að hvaða forsendur gáum okkur. Við gáum okkur það að það verða allar mögulegar umræðinir hugsanlegar. Þannig ef það er einhver sérstakur röðun til staðar í inntækinu, þá getur það breytt niðurstöðunni. Þannig ef það er að hlutraða einhverju leyti, til og með ef það er alveg raðað, þá vitum við að insertion sort nota bara n samanburði. Ef það er næstum því raðað, notar líka fáa samanburði. Hugsanlega væri hægt að nýta þessa röðun sem er til staðar í fylkinu til að komast að með minna. Annað við gáum okkur forsendur var að öll stökin væri mismunandi. Ef stökin er ekki öll mismunandi, þá er hugsanlega hægt að komast að með minna tímaflæki. Og það sjáum við hérna þegar við skoðum quicksort. Og að lokum, ef við erum ekki að nota samanburði, ekki bara samanburði, þá er spurning hvað hægt er að gera. Til að mynda, það er hægt að einfalda bara að líta á gildin, segjum ef þetta er 0 þá ger ég eitthvað, ef þetta er 9 þá ger ég eitthvað annað. Það er tölustafan í gildunum. Og það er til röðunaraðferðir sem nýta sér þetta og ná þá ennþá betri tímaflækju þegar að tölurnar hafa ákveðið form. En þetta er allavega niðurstaðan, þetta er eitt af því flottari neðri mörkum sem er þekkt. Það er ennþá þann dag þannig að fyrir flest verkefni þá er oft ekki vitað, jafnvel ennþá dag í dag, hvað er besta mögulega tímaflækja. Hérna er dæmi eitthvað sem er þaulþekkt. Ok, spurningur þetta? Það er tvennt sem ég ætla að skoða í viðbót, það sem hálftíðan segja eftir, en hérna, það er erfitt að halda athyglinni vakandi, þannig að þess vegna er betra að gera eitthvað annað í smá tíma. En ef þið viljið skoða Facebook núna, þá er það velkomið, næstu 2 mínútur. En ég ætla að, fyrir þá sem að leiðist, þá ætla ég að sýna ykkur hérna svona smá spaug. Og að því að ég hef mikið verið í Japan, þá hef ég svona smá kynnst ýmsu þar. Mjög skemmtilegt land, en það má líka hafa smá gaman að því. Og þetta eru myndir sem ég tók síðustu ferð. Þetta er hérna einnig lestastöðinni. Þetta er ekkert að málfræðinni hérna, en go up to the straight er dálítið óljóst hvað það á að þýða. Þetta var í liftu, front lobby, wedding desk, ok, Hokkaido beer restaurant, allt í lagi, Georgetown. Svo kemur hérna, this is elevator, cannot go to the parking. Þetta var síðan í matsölustaðnum í hótelinu. Ice machines, the food supply is until 10 a.m. Please make your time to spare to enjoy the breakfast. Það er að segja mæti tímanlega. En svo þetta betra hérna. Please be reserved to come to the restaurant with wearing slippers, yukata or nightwear. Sem sagt ekki mæta á náttfötunum. Please be reserved to come. Eitt af því flottara sem er þar, það er hérna þetta transportation kerfið þeirra. Sérstaklega lestarkerfið er alveg eindæmum velskipulagt. Alla lestir keyra á réttum tíma. Það er vel að þeir geta skipulagt að 2 lestir koma á sama tíma að sama plattforminu og fólk skiptist á með því að fara á milli og svona heldur þetta áfram.
Þannig að það er þá búið að tímastilla þannig að það eru renna á sama tíma inn. Hérna dæmi líka þegar maður fer í gegnum hliðin, þá er það flott að jafnvel þú lappir á fullum hraða, þá stoppast aldrei af. En það er það nauðsynlegt til þess að allt þetta mannflæði komist í gegn. Þannig að þú getur annað sett miða hér, eða nú er komið svona kort sem þú bara fyllir á og þá bara setur veskið við þetta statíf hérna og þá opnast hliðið. En til þess að kaupa kort, þá ferðu hérna í gegnum nokkar hérna, svona menu og þetta skrá upplýsingar þig, nafn og svona, og svo spyrja þeir hérna kyn, nema að það sem þið sögðu hérna touch your sex. Ég held þér hafi ekki haft það nákvæmlega í hugan. Það ekkert að málfræðinni sjálf séð, það bara maður þarf að fara smávalega hvernig maður orðar hlutinu. Ok, skoðum aftur hérna röðuna. Merge sort. En ekki merge sort, þetta er almenn atriði varðandi röðun. Við ætlum að ræða það sem kallast comparator eða heitir á íslensku samberi eða samberar. Það eru litlar rútinu til að bera saman stök. Þetta kemur þetta við sögu í næsta skilaverkefni sem þið fáið í lokvíkunar. Þið munið að við notum þetta comparable skil til þess að raða stökum, almennt talað. Og það gildir þegar við erum með einhverja fasta röð sem gildir alltaf fyrir stökin. Eins og þegar við erum að raða dagsetningum, þá er bara ein lógísk röð til að raða dagsetningum. Bara eftir tíma. Og þá útvinnur þessi skil og það er alltaf alla dagsetningar og raðar eftir nákvæmlega þessari röð. En ef við erum með önnur gögn, þá er ekki endilega ljóst hvaða röð á við. Segjum við séum með safn af lögum í iPodinum. Hvernig viltu raða þeim? Já, þú getur hugsanlega raða eftir hérna flytjandanum eða þú getur vilja raða lögunum eftir nafni. Hugsanlega líka eftir genre, tegund eða hvað annað sem þér kemur til hugar. Það þýðir það að það er engin ein ákveðin röðun sem gildir lög. Þú þarft að bjóða upp á þann möguleika að það geti verið fleiri en ein röðun sem gildir. Og til þess skilgur svo kallað comparator eða sambera. Og það er þá hlutur sem útfærir þetta fall hérna sem heitir compare. Þannig að tekur tvö stök og skilar hann hvort mínus 1, 0 eða plus 1 eftir hvort er minni eða stærra eða jafnt á. Og hvað annað verið dæmið þetta? Til að mynda, ef við erum að raða strengjum, þá getum við haft þessa náttúrulega röð, það er að segja ASCII röðuna, myndi þá vera þessi hérna fyrir þessi 4 tákn. N er stórstafir þannig að raðast á undan heilsum 3 orðum. Við getum notað röð sem er óháð falli. Var þetta ekki á? Bara hætti þetta virka? Ok. Og þá er nákomið hérna í númer 2. Hérna takaði dæmi spænsku. Það raðar orðum á þessa röð hér. E og J er raðað á sama stað. Ok, það er kannski eins og hjá okkur. Hurró er vist eitthvað sértákn sem er raðað eins og með sé. Og þetta N og þetta N með tildu er líka raðað saman. Hérna er ennþá spaulara í breskum hérna símabókum, símaskrám, að þá eru mikk og makk raðað eins. Þannig að þetta A-runni þarf að detta út við röðuna. Nú, við getum líka séð fyrir okkur, nú sérstaklega við íslensku, þá erum við að glíma við þessi íslensku tákn. Það er önnur röðun heldur en að þessi kerfisröðun er innbyggðin í stafamengið. Þannig að það þarf mjög oft að bjóða upp á þann möguleika að það sé fleiri en ein röðun sem kom til greina. Og kerfið, Java-kerfið, býður upp á það. Munið það er til þessi sort hlut af array-klassanum, þar sem við notum bara þessa innbyggðu röðun á hlutina, þar sem comparable skilin, en það er líka hægt að senda inn hérna svona sambera. Og þá í þessu tilfelli er þetta samberi fyrir
case insensitive order, það er þessi röðun sem er óháð stórum eða litlum staf. Annað dæmi, þetta er þá röðunni fyrir spænsku, það er hægt að sækja hana hérna í þennan hlut hér, og hérna er þá önnur röðunni fyrir hérna þessa bresku símaskrá. Þannig að pointið er, þannig er hægt að skilja í sundur gagnatægið annars vegar og röðunar skilgreininguna hins vegar. Og þá er þetta dæmi hérna, þá myndum við umbreyta reiknileitunum, minniháttar umbreyting, þannig að við tökum inn stika hérna fyrir þennan sambera. Og þá er hægt að nota þetta sem comparable fylki, þá verður þetta bara object fylki. Þetta er eina breytingin, sendum þennan sambera hérna inn í lesfallið. Lesfallið notar síðan samberan, það er að compare aðferðina inn í samberanum til að bera saman þessi tvö stök. Og þetta er allt sumt sem þarf að breyta. Útfærslan síðan getur verið til dæmis þessu tagi. Við erum hérna með nemendur og við getum vilja raða nemendum eftir nafni og þá skilgrunum við hérna þennan hlut af taginu comparator fyrir stúdenta sem heitir by name eftir nafni. Og síðan annan sambera sem heitir by section, það er að segja eftir hóp. Og svona getum við haldið áfram. Og þá er útfærslan á þessum hlut hérna by name, hann útverði þennan comparable fyrir comparator. Það er að segja það skilgreininga á þessum comparefalli og það einfaldlega nýtir sér, það tekur í þessu tilfelli tekur nemandan, sækir nafnið, sækir compare to aðferðina fyrir þetta nafn. By section myndi gera það sama hátt að við sækir nemandan, sækir hópin sem er í og berða saman með hópinu og hinum nemandanum. Og við sjáum hérna nýtum okkur það að þetta þarf ekki að endalega pluss eða mínus eða dugur þetta sé neikvætt eða jákvætt. Það er eitt að taka eftir hérna sérstaklega, þetta er skilgreint sem static. Hvað þýðir að eitthvað sé hlutur sé static? Segið mér. Ekki hvað. Við erum með þannig nemanda og inn í nemandanum er skilgreindur þessi hlutur hérna, þessi static hlutur. Já. Jú, þetta er áttina. Það þýðir að það er bara einn hlutur af því tagi. Sem þýðir að það er einn comparator, einn samberi til fyrir alla nemendur. Sem hljómar logist. En það er líka dæmi það að við getum vilja hafa þetta ekki vera static. Þannig við sem sagt skilgreinum við svona nestaðan klasa sem útverði þennan comparator sem útverði þetta compare aðferð. Og þetta er þá útkoma eftir við erum búin að ráða nemandanum eftir nafni annars vegar og eftir hóp hins vegar. En tökum þannig þessi dæmi, munið eftir hérna eins og Graham scan hérna í síðasta tíma til að finna Cubed hjúp. Það röðum við punktunum eftir pólhorni út frá einum ákveðnum punkt. Til að mynda við erum með þennan punkt hérna, við röðum öllum hinum hnútunum út frá þessu pólhorni. Hvernig myndum við gera það? Við getum reiknað pólhornið með svona arctangens, en málið er að því við þurfum bara að bera það saman, við þurfum ekki að finna hvað hornið er. Þá er hægt að gera það auðveldari hátt með því að nota þetta CC2-vaff, það er að segja þessi counterclockwise fall sem skilgrindum sem er rangsælisfallið. Það notum við með því að nota þarna signed area, þannig að annarkvort jákvætt eða neikvætt. Það gefur okkur hvort að punktarnir séu í réttir röðu eða öfugur röð.
En punkturinn með þessu, með ástæðunni af hverju ég nefndi þetta svo að það þessi hugmynd að við röðum punktum út frá einum ákveðnum punkt. Og við getum þess vegna velja einhvern annan punkt sem þá, þann sem væri hérna upphafspunkturinn. Til að mynda úr frá punkti 6 getum við vilja röða einum punktunum. Og sú röðun væri þá allt önnur heldur en röðunum út frá punkti P. Þannig að hérna, ef þið skoðið þennan klasa sem á vefnum, að það er til point2d klasi, hann útfærir hérna þennan comparator, polar order, og sá klasi er ekki static, heldur tilheyrir hann hverjum einasta hlut af tænum punktur. Það útfærir við þessa pólröðun á öllum hinum punktunum og gerum það með því að framkvæma þetta CC2 sem er rauninni það sem þessi reikningar hérna í þessari likju gera til þess að raða hnútanum eftir. Já. Já. Hvernig verður það gert? Já, þá þarf það bara að skilgreina ekki satt, compare aðferð sem tekur 2 strengi og raða þeim eftir þessari spænsku röð. Hvernig gerur það? Já, ég meina þú þarft að gera það staf fyrir staf. Á einhverju tímapunkti náttúrulega framkvæmlega svona staf fyrir staf röðun, ekki satt? Það er sín ykkur fleiri slæður, fleiri hérna spegmyndir. Þessi er eiginlega besta, hérna, þetta er vist ekki mín mynd, en þetta var tekið í hóteli sem átti vist að vera í Japan. Þannig kannski misskilur aðeins þetta punkt með take advantage of, það er náttúrulega þýðir annars vegar það að nýta sér einhverja þjónustu, það sé herbírsþjónusta, jú, það er eðlilegt, en það er líka hægt að tólka þetta svona ákveðna misnotkun, ekki satt. En svo var ég í Kína fyrir nokkur síðan og Kína er komið á þann stað sem Japan var á fyrir svona 30 árum. Þannig að það er betri staður til að sjá svona skemmtilega ensku, ef svo maður segja. May we remind you, please be self-restrained and be a good tourist to mold a well-mannered imagination. Maður getur svona eitthvað giskað á hvað þeir eru að reyna að segja þarna, en það er ekki alveg ljóst. En aftur í Japan, þar eru vandræði með sko að það er takmarkað fjöldi hljóða og sérstaklega eru sum hljóð sem við erum vön að skilja þau sundur, skilja þeir ekki að. Þannig að L og R renna saman og þá ruglast við stundum á því og spá hvað þetta flash juice getur verið. Þetta er mynd sem ég tók út á götu, ágætis hádegisveður, en hvað allir runch menu sé. En ég veit að Japani hérna hafa svona varað hvort hana við, sko, að mér aðeins að passa á með þetta með L og R, að það eru orð sem það kannski skiptir máli hvort það notar. Þannig sérstaklega þú ert að lýsa þig hvað þú ert glaður, að þá viltu passa þig aðeins á því. Ok, stability. Síðasta fyrirbærið. Hvað þýðir það? Stöðugleiki köllum við það. Það er hugmyndin svo að við viljum, þegar við erum að raða einhverjum hlutum, þá viljum við fyrst raða eftir einhverjum einanlykli og síðan eftir einhverjum öðrum. Til að mynda, við erum hérna með nemendur og við getum vilja raða þeim eftir hóp og innan hvers hóps eftir nafni. En ef við röðum fyrst eftir nafni og síðan eftir hóp, samkvæmt þessum aðferðum, að þá eru nöfnuna núna komið í klúður. Og hugmyndin með að við skilgreiðum að röðunaraðferð sé stöðug ef hún varðveitir þessa innbyrðisröð sem var þegar til staðar milli stakkana. Þannig að ef við tökum þetta fylki og umbreytum yfir í röðum eftir hérna hóp, þá ætti röðunin innbyrðis í hópnum, hérna Andrews,
Chen, Fox, Kanaga að vera áfram svo sama þegar við heldum áfram hérna. Það skilgreining á að röðun aðferð sé stöðug. Til að mynda, hérna erum við með flug, raða eftir tíma, gott og vel, en segjum að raða síðan eftir staðsetningu, þá er mjög óheppilegt að fá þessu raða svona, ekki satt. Að þau séu innan Chicago og þá þurfum maður að fletta hvar tímasetningum það séu. Þú vilt frekar hafa það svona þar sem að tímatin vaxa þá í réttur röð. Það þarf að, til þess að tékka þau hvort röðuna aðferð sé stöðu ekki, þá þarf maður að skoða kóðana aðeins vandlega. Hvað haldið með insertion sort ef það eru stöðugt? Maður þarf að spá í hvað gerist þegar ég rekst á 2 jafngild stök. Getur verið að ég skipti röðinni. Þar gerum við bara svona swaps, ekki satt. Getur verið að við einhvern tíma swappum stökur sem jafngildum. Ef við skoðum hérna, það er akkurat hugmyndin við athugum hvort að seinna stækið sé minna heldur en fyrra stækið, þá gerum við svona exchange. En ef þau eru jafngild, þá gerum við ekki. Og það tryggir það að insertion sort er stöðug röðun. Þannig að þessi jafngildu stök, þau verða aldrei swappuð. Hvað með selection sort? Er það stöðug röðun? Nei. Af hverju ekki? Það skiptir á mismunandi punktum í stað. Já. Hvernig getur það haft áhrif? Það er eins og það að 5 er fremst og 1 er aftast. Það skiptir á þeim, það er 5 aftast og 1 fremst og það er 5 sé eftir einu. Akkurat. Vegna þess að þegar við veldum hérna, sem við séum með þetta fylki, fylki inniheldur 2, B1, B2A. Þetta er Þetta er þessi 3 stök í fylkinu, B1, B2A. Þetta er sem fyrsti B-in, þetta er annar B-in og þetta er þetta stakk hérna. Við finnum minnsta stakki í fylkinu, það er þetta A, skiptum að því og fyrsta stakkin í fylkinu, sem er þetta B1. Þannig að núna færist B1 hérna aftast. Þannig að svarið er nei, þetta er ekki stöður. Vegna þess að við getum þess vegna fært þau mjög langt í burtu. Hvað þá með merge sort? Er það stöðuröðun? Við færum bara stök þegar við erum að gera svona splæsun, merkja. Þá þurfum við að spá í, hvað gerist ef við erum með jafngild stök? Fyrir ekki? Akkurat. Við tókum það fram. Við tókum alltaf, ef þau eru jafngild, þá tökum við það sem er vinstra megin, sem er þessi innbyrðað röðun á stökunum. Rétt. Þannig að merge sort er stöðug. Og það getum við tékkað á akkurat með því að skoða þessu tilfelli. Það voru búin. Spurningar? Þá skoðum við quicksort í næsta tíma.
Hvernig gengur? Búnir bara? Já. Új. En þú? Lentum í gær, vandar með aðhlutan í gær, kláraðum hann loksins og erum núna eiginlega búið með síða. En það er smá eftir. Það að byrja því, Ha? Það að byrja því, Ég er að fyrir að byrja á núna. Mér langar bara að vita af hverju ákveðnar línur, ef ég umræða þeim, þá gengur kóðið minn upp, en ef ég hef hann eins og ég vill hafa hann, þá gengur hann ekki. Mér langar að vita af hverju. Ef hann gæði forvitin, ég bara Já, ég fæ kannski að senda þér línu ef ég er algjörlega lost með línuna. Herru, takk kærlega. Og takk fyrir hjálpina að gera, hjálpaði ekki eftir mikið. Herru, þú mátt að reynda, ég finnst það aðstæðanlega spurningu, Þú getur, já, skoða einhverjum þetta ekki eftir hennar. Þú getur notað heiteinbarða Union Find mismunandi aðferða á þennan lista og þú síðan spurt þær, ok, það núna? Hvað var þannig að þetta áallt að bara vera sömu sami fjöldi aðgerða? Nei, það er ekki sem við fundum, sko. Við erum að reyna að búa til einn lista til að gera allar aðferðum á þennan sama lista svo þau raunir öll þurfa að framkvæma jafnframt það. En það er ekki þannig að einn listi er fullt lengur þá getur það saman inn í fændin. Það verður líka fyrir. Já, þannig að ef þetta er ég notaði það bara quick find og við myndum senda sama í quick unum eftir þú bæðið. Ég er alveg með svo aðstæðanlega spurningu, þetta er kannski vel. Já, eiginlega. Ég er bara ég andur þess að segja. Ég er eftir að gera fleiri fyrir fyrst borgum hreimur með ennum til hljóðs. Við gerum það sér í hverju tilfelli. Gerum það nægt. Rannsóknir sem segja að ég gerum þess að það fyrir það að ég reyna að hafa 100%, en að ég reyna 400% á því. En ég er ekki bara hlusta aðferðum líkast. En það er kannski ekki hljóðs. Verði ég ekki að geta testa allavega svona 2-4 hlutum allavega? Og ég er veit. Hvernig testa það? Hvað gerir? Hvað er stílum það? Það er 8 mánuði. 8 mánuði. Ég reyndi að það var testa hálf. En samt að ég testa bara webkvöldjúðum bara eitthvað sem ég þá kemst að verða 16 milljón. Það er að taka rúmlega 50-40%.
Þú sjá ekki hvað ég veit. Já, þú verður reyna að spáðu kannski þessari aðferð. Er þið svona eitthvað spáðu heldur að sé ekki hlúið? Já, ég held að það sé það er auðvitað skrítið að þú setur það spökki og það er alltaf undir hnöður. Ég held að það Jú, en ég geri það þannig að sko að ég er alltaf félagann inn á tekju og hún og úti og svo alltaf þessi ég geri. Það er ekki skemmtilegt og svo að líka bara allt auðvitað með þau. Það er náttúrulega ég get náttúrulega með einn skemmt að haft ekki og þá er vel 20 nú það er nú að kannski nána og skilja það er allt það er nú allt Það er skilja ekki endur. Nei, þetta er ekki Sko, við höfum haft reglu að nota bara það gagnrýni sem er skilgreindir í nafni. Ekki gagnrýni frá í aðstæðum. Nei, ekki það sem var stóra aðstæðum. Já, ég held að nota bara það sem getur notað að físla. Þess að það er svo margt sem er innbyggt í þessum Ég hef myndi hafa áhyggjur af því að sé ekki hugsunin grunntil eitt. En allt þetta sko, þú býr þetta tengingu, af því það er geima tengingu í það í staðinn að geima það í búið. Sko, þú býr til sér hérna, en svo geimir ekki sér. Nei. Það gerir bara hvort hlutan á því fyrir sig. Það er engin tilgangur þó að hafa þetta séð. Þú þarf að búa til séð aftur með því að taka út þessum. Já. Og það er ekki styrðan. Nei, það er ekki sko, ég er bara þetta ekki ekki sko. Ég veit það ekki sko. Þannig að þegar ég fyrir skilin, þá er ég bara að gera þetta generation. Þannig að byrja bara á að búa til connections, gera ennum Svo kalla ég á hvort sem hann gerir það á heimasíðunni, þá veit ég hvernig hann sem fólk útla. Það hraðast í algoritmu. Þannig að mér fannst það lógíkast að því bókin segir hann sem hraðast í besti, að bara velja hann. Og svo stilli ég eitthvað skantinn bara 0. Svo fer ég að þegar þessi klasi sem er tilvíkað af þessum þegar hann ekki að það 0 á fyrirkjöfnum, þá býr til random P og random Q og sem tekka ég að þau tengdir. Ef það trúið það er í virkina, þá vil ég tengja union og síðan setja það inn í arrayinu og síðan hægt að telja hann og skila þeim. En málið, já, tímilega að gera það. Og það vill bara lega mér, ef ég fann komum fyrir utan og skrifið þessi continue hér, þá vill hún lega mér. Hvað er það sem þú vill ekki lega? Hún vill ekki lega mér að keyra þannig kóma eins og hann er núna. En svo kemur hún með array index out of bound exception. Og mér langar svo að vita af hverju, af því að hún kemur með það eða 125, sem er þessi. Sko, það getur borgað sig að kannski finna með þér tíma. Hvaða getið það er sem er finnaður eitthvað sem er. Þetta er þannig að þegar það átt að fannst að það komið aftur rétt út fyrir mörg. Já, málið er sko, ef ég kemur þannig hvaðan á þessu, hvað er alltaf sem hlutina, ef ég setjum hér, þeir eru bara komin fyrir utan, þá
þá gengur það upp. Ég áttum ekki alveg af hverju gengur upp. Ef ég set bara continue hér og set þessa kóða hérna, þá gengur það upp. Það vill hann keyra kóðan. Þá fæ ég ekki þessu líka. Skrifa einhvern veginn. Continue fer bara hingað. Þú veist, ef eitthvað með continue statement í lúpu, þá hleypur hann þér áfram eins og skildir þetta sem break skilyrði. En við bara áttum ekki á því af hverju þetta virkar ekki. Við langar að vita af hverju. En þetta finnst mér meika meira sens að vera það. Hvað með mörg stök? Sko, ég setti inn enn bara því að prófa þetta sem hún 11. En á því að velja enn saman 200 af því aðhverju var að nota eitthvað enn saman 200. Ok, enn þetta er ok. Hvað er það búið til marga tengingar? Ef ég fæði búið til hvað eftir því. Þú veist, menn kanta eitthvað. En þið er þetta ekki að fara aftur upp í. Það fer aftur upp í líf. Það er ekki það að ganga með þetta. Því að þetta er svona gátt eins og setja bara þetta hitt nátt þannig að þetta er ganga með þetta. En eigum við... En já, og margir er að þetta það gerist þarna. Þannig að ég er alveg að þegja hann bara. Skal við það hérna? Þetta loka mig hérna út. Getur þú fært úr hérna þannig að